Komiði sæl, þetta Pólitíkin, 28. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti fjöllum við málefni Hafnarfjarðarbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur setið í meirihluta í Hafnarfirði samfellt síðan 2014 en hafði þá verið í minnihluta í nokkur ár. Það má segja að árið 2018 hafi verið brotið blað í sögunni þegar Sjálfstæðisflokkurinn myndaði aftur meirihluta og situr því annað kjörtímabili í röð í meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar en það tíðkaðist ekki áður. Oddviti Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri í Hafnarfirði er Rósa Guðbjartsdóttir og hún er gestur minn að þessu sinni. Vertu velkomin, Rósa. Takk fyrir. Svona áður en við snúum okkur beint að málefnum Hafnarfjarðar var ég áhugavert að vita svona aðeins um þig. Þú hefur verið oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði síðan 2014, setið í bæjarstjórnina eitthvað lengur. Hvernig kom það til að þú leiddist út í bæjarmálapólitíkina í Hafnarfirði? Já, það bara nú dálítið brátt að. Ég hafði reynda verið á mennta og svona upphafi háskóla árana, tekið dálítið virkan þátt í starfi ungliðasamtaka Sjálfstæðisflokksins, var í stjórn Heimdallar og var virk í SÚS og svona í allskyns nefndum og slíku, og mjög gaman og mikil reynsla og mjög áhugavert. Þegar ég svo fer að vinna meira á fjölmiðlum þarna á háskóla árunum þá hætti ég öllu slíkri þáttöku og segi mig úr flokknum og var ekki flokksbundin í langan tíma. En síðan fæ ég það var bara 2005, þá fæ ég símtal frá fulltrúakjörnefnd flokksins í Hafnarfirði, þar sem mitt nafn hafði svona borið að góma þegar var verið að reyna að hvetja fólk til að taka þátt í prófkjöri til bæjarstjórnarkosningarna sem voru þá 2006 og ég hafði alls ekki verið neitt á þeim buxunum og ekki eins og verið að hugsa út í það, en var á þessum tímapunkti kannski svolítið tímamótum í mínu lífi. Ég hafði starfað í nokkur ár sem framkvæmdastjóri Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna og verið dálítið svona í þeim heimi og verið alveg mín börn og allt slíkt, og þetta var kannski, ég sá þessu svolítið tækifæri þegar blundaði í mér þessi áhugi á samfélaginu og pólitíski áhugi að þetta gæti verið tækifæri til þess að fara að taka þátt og hafa áhrif. Og ég þurfti ekki að hugsa mig mjög lengi og ákvað að skella mér í prófkjörslag þarna 2005 og það gekk ágætlega og ég hugsaði bara fyrst ég að gefa kost á mér í þetta, þá ætla ég bara falast eftir góðu sæti og óska eftir stuðningi í annað sæti og fór bara á fullt í þetta og það endaði þannig að ég skipaði annað sæti listans í kosningunum 2006. Þannig ég hef búin að vera í bæjarstjórn síðan þá og eins og ég segir að þá voru við sjálfstæðismenn í minnihluta þá fyrstu 2 kjörtímabilin sem ég var þarna og síðan náðu meirihlutanum 2014. Voruð þá eini í minnihluta eða voru fleiri flokkar í minnihlutanum með ykkur? Hvernig var meirihlutan skipaður? Já, það var sem sagt fyrra tímabilið þá voru Vinstri grænir líka í minnihluta og svo fóru þeir inn í meirihluta samstarfi með Samfylkingunni kjörtímabilinu þá á eftir. En við sem sagt náum svo meirihlutanum myndum meirihluta með Bjartri framtíð árið 2014 og það gekk ágætlega og við náðum góðum árangri í fjármálum og bæjarmálunum og síðan var sem sagt eftir kosningarnar síðustu að þá myndum við meirihluta með 2018 og það eins og þú sagðir réttilega hérna í innganginum að það var mjög sögulegt því að Sjálfstæðisflokkurinn hafði ekki nokkra áratugi komið stað 2 kjörtímabil í röð. Þannig að það var mikill sigur og ákaflega ánægilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn að geta haldið áfram því 1 kjörtímabil er í raun mjög lítill tími, stuttur tími, hann líður hratt og sérstaklega þegar verið að taka hluti gjörsamlega í gegn og mikið í gangi að þá er 1 kjörtímabil mjög stutt og það er því mjög ánægilegt að hafa getað fylgt eftir þeim góðu verkur sem við fórum að stað með á síðasta kjörtímabili. En þið voru náttúrulega í stór átaki kannski má segja á síðasta kjörtímabili í fjármálastjórn og rekstri og náðuð eftirtekt að vera árangri, það var talað um þetta við í fjölmiðlum.
Hvernig var staðan þarna 2014 þegar þú kemur þá sem oddviti og hvaða árangri svona hafið þið verið að ná á þessum árum? Já, við höfðum náttúrulega í langan tíma í minnihlutanum verið að gagnrýna gegndarleysa skuldasöfnun sem hefði átt sér stað og það var ekki, hún hófst fyrir síðasta hrun og var bara alveg eins og ég lýsi, hún var bara vorum gríðarlega skuldsett sveitafélag og vorum svo komin á ákveðnum tímapunkti undir ráðuneyti, þannig vorum komin undir eftirlitsnefnd með fjármálum sveitafélaga á þeim tíma og við höfum gagnrýnt svona þessa fjármálastjórn sem hafði verið í gangi og lofuðum því að taka virkilega á málum, kæmust við að og við stóðum sannarlega við það því að það var okkar fyrsta verk að fara í gríðarlega mikla fjárhagslega úttekt á sveitafélaginu og leita leiða til þess að taka til í rekstrinum, hagræða og nýta fjármunina öðruvísi og betur og taka á skuldastöðinni. Það var keppi og við náðum því í mörg ár að framkoma fyrir eigið fé, vera ekki að auka á lánin og það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli í þessari stöðu sem við vorum í. Þannig að þegar við tókum við þarna 2014 að þá var skuldaviðmiðið sem sífellt verið að horfa á, þá var það komið niður í var það í 180%. Má vera 150. Já, og þegar þú ert komin á þann stað þá ertu komin undir þessa eftirlitsnefnd. Og við náðum því eftir 3 ár undir viðmiðið, undir 150% og það var mikill áfangi að komast í rauninni undan eftirlitsnefndinni því að hún setur með þeim sem að stýra sveitafélaginu náttúrulega ákveðina annmarka og kvaðir sem við þurfum að undirgangast og erum í rauninni ekki með fullt sjálfræði svo má segja þegar við ert á þeim stað. Þannig að það var mikill áfangi og núna voru í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum að vinna eftir núna 2020 að þá ætluðum við og stefndum að því að vera komin niður í 105% skuldaviðmið núna í lok ársins en auðvitað eru náttúrulega öll fjármál í landinu og í uppnámi og við þurfum þar vart að lýsa því en það var sem sagt við erum komin á þann stað við erum komin svona langt og vel niður fyrir þau viðmið sem að það er náttúrulega alveg undraverður árangur að segja og hafi verið að framkvæma allan tíman samt af samstæði EIFI. Já. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að ná því í nokkur ár að vera að þurfi ekki að taka lán fyrir framkvæmdum. Það skiptir miklu máli. Hafið þið náð eitthvað að lækka skatta á þessu tímabili? Já, svo líka var það mikill sigur í mínum augum og okkar sjálfstæðismanna að álagningarhlutfall útsvarsins hafði verið í hæstu hæðum, hafði verið í svona þessu löggilda hámarki og við vorum eina sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Reykjavík sem að vorum sem sagt með það í botni og það hefði verið í botni í aldarfjórðung í Hafnarfirði en við náðum að lækka það núna fyrir 2-3 árum niður í sem sagt að lækka það nokkur niður í 14,48 en má verið 14,52 þannig við erum ekki með það í botni og það í fyrsta sinn í eins og ég segi 25 ár í Hafnarfirði. Það nú ansi gott og sýnir að það hægt að hagræða líka þó sé ekki verið að skattpína og líka hægt að framkvæma þannig að þessi stefna mætti nú vera víðar. Hvernig samt svona með það eru 13-14.000 íbúar í Hafnarfirði, hvað eru þau mörg? 30.000. 30.000. Svona að vera með utanbæjarmann að taka viðtal við sig. Já, við erum orðin semst erum á mörkunum alveg erum semst 30.000 og við höfum svo sem á allra síðustu árum ekki kannski fjölgað íbúum hefur ekki fjölgað alveg eins hratt núna allra síðustu árum í Hafnarfirði eins og sums staðar annars staðar á höfuðborgarsvæðinu þar sem að lóðir hjá okkur voru hreinlega ekki tilbúnar sérstaklega á því nýjasta byggingasvæði sem að við höfum og stærsta sem sem sagt framhald af völlunum og sem heitir Skarðshlíð og Hamranes því að það hafði árum saman verið mikill
baggi að raflínur lágu yfir þessu byggingasvæði þar sem voru í rauninni tilbúnar götur og annað slíkt til að fara út hluta lóðum en ekki beint árennilegar þar sem að þetta, eins og ég segi, þessar raflínur lágu þarna yfir. Þannig að við vorum í nokkur ára baráttu það að ná þeim í burtu og það tókst líka núna fyrir stuttu síðan. Þannig að núna eftir að þær hafa verið fluttar og svo kölluð Ásvallabraut sem að er ný tenging úr enda þessa svæðis, íbúðasvæðis niður á Reykjanesbrautina í rauninni sem gjörbreytir, þú þarft ekki að keyra í gegnum allt hverfið eins og nú er til þess að komast þarna innst inn á þetta fallega byggingasvæði sem að við eigum. Þannig að leið og Ásvallabrautin var samþykkt og svo framkvæmd stendur yfir núna og raflínurnar voru fluttar að þá fór allt á fulla ferð og fyrstu íbúðarnir eru fluttir hérna í Skarðshlíðinni og það er alveg magnað að keyra þeim núna. Það eru kranar og vélar og allt á fullri ferð þarna og mikil ásókn í lóðir þarna núna. Þannig að við vorum í svolítið svona klemmu í nokkur ár meðan raflínurnar voru þarna yfir okkar helsta byggingasvæði og þess vegna höfum við kannski aðeins dregist aftur úr öðrum ef að það er eitthvað sérstakt keppikefli að fjölga. Við viljum náttúrulega halda í íbúðina okkar og bjóða fleiri velkomna eins og burðugt og gott sveitafélag vill og stefnir að. En það koma tímar þar sem þetta er dálítið sveiflukennt og núna eigum við á þessum stað og víðar í bænum og þar sem er að fara stað uppbygging núna bara næstu vikum. Við erum búin að vera að skipuleggja nýhverfi og heilmikið að gerast, þannig ég sé fram á að á bara næstu vikum, allavega allra næstu mánuðum, að þá er að fara stað framkvæmdir í ný skipulögðum hverfum þar sem að má gera ráð fyrir, eða sem sagt það sem munur rísa í fyrstu áfangum þessa hverfa, rúmlega 1000 íbúðir í fjölbýlishúsum sko. Svo fyrir utan það að við erum með sérbýlislóðir á þéttingareitum og víðar í bænum. Þannig að það verður gríðarlega mikil fjölgun nýrra íbúða núna á allra næstu misserum og árum og við erum auðvitað að búa okkur undir það því að það er ekki bara að fjölga íbúðum og það sé sérstakt keppkefli, það eru allir innviðir að vera til staðar og skólar og annað slíkt og við höfum sem betur fyrir geta verið að undirbúa okkur fyrir það á þessum tíma. Við höfum notað tíman sem undangengin ár þar sem verið hagsæld og gott árferði til þess að einmitt eins og ég var að lýsa á þann að framkvæma og bú í hæginn fyrir fyrirhugaða uppbyggingu, nota þann góða efnahagslegu það góða efnahagslega umhverfi sem við höfum búið við í það að framkvæma án þess að þurfa að taka lán eins og ég var að lýsa hérna áðan. Þannig að það er gríðarlega gott. Þannig við erum mjög tilbúin í að fá til okkar fullt af nýjum íbúum. Glæsilegt. Hvernig, þú nefndir hérna innviði og skóla, hvernig er staðan á leik- og grunnskólum? Hvað eru það að reka marga leik- og grunnskóla og eru það að reka þú sjálf eða eru þið í samstarfi við aðra eða hvernig er þeim málum átt? Já, það eru núna, við rekum 9 grunnskóla og 17 leikskóla og svo erum við með þjónustusamninga við 2 grunnskóla og 1 leikskóla. Þannig við erum með aðeins smá blöndu, erum líka með sjálfstætt rekna skóla og það er gaman að segja frá því við erum náttúrulega það aðalega kannski við hjallastefninu, það er búið verið langa tíma við hjallastefninu og sá samningur hefur vaxið eftir að barnaskólinn var settur á laggirnar, það var náttúrulega alltaf leikskóli til að byrja með. En við einmitt á síðasta kjörtímabili að þá var samþykktu við og fórum í samstarfið mjög framsæki fólk sem að vildi stofna sinn eigin, eða semst nýjan unglingaskóla þar sem að áhersla væri á snjalltæknina og íþróttir og heilsu og slíkt og skóli sem heitir Nú, það er unglingaskóli og það kostaði alveg blóð, svita og tár að koma því í gegn og okkar sín var að það væri frábært að geta boðið upp á svona val fyrir þá sem að óska eftir slíku og hafa sem fjölbreyttasta form og nú hefur hann starfað í hvað á 3. ár, ég held sér 3. veturinn sem að sá skóli hefur starfað og gengur vel
og við erum stolt af því að það að koma í þann skóla líka nemendur frá öðrum sveitafélögum. Fólk vill valið og líka starfsmennir, þetta líka val fyrir starfsfólkið að geta fundið sig og þróa nýja leiðir, og þeir eru í þessum skóla eru að miklu leyti með svokallega vendikennslu og svona rafræna svona, nota mikið tæknina og hafa í rauninni verið að ryðja braut í þeim efnum. Og svo eru kannski aðrir skólar sem hafa verið hefðbundnar í að líta til ákveðina þátta sem eiga sér stað í þessu kerfi, þessu einkarekna kerfi eða sem sagt sjálfstætt rekna kerfi, þar sem að menn hafa getað farið aðeins út fyrir þetta hefðbundna. Þannig að þetta svona bara fyrir skólaþróun líka mikilvægt að blanda þessu saman. Það var kannski smá samkeppni. Já, og líka bara hvetjandi fyrir þetta umhverfi allt. En hvernig myndist komast aðeins inn á íþróttamálin og það þekki allir FH og Hauka og þið eru með stórt hestamannafélag líka og svona. Hvernig einhverjar áskoranir sem fylgja því að vera með svona stór, fleiri en 1 og fleiri en 2 stór íþróttafélög innan bæjarfélagsins, væntanlega eru allir að togast á að fá peninga og hvernig svona ykkar íþrótta og æskuli stefna meðhlutans í það? Já, við erum náttúrulega, eins og þú segir réttilega, það er mjög mikið íþróttalíf í bænum og hefur verið bara áratugaskeið og FH og Haukar náttúrulega, eins og þú segir, mjög þekki allir það, og svo það hestarnir og golfklúbburinn og fimmleikarnir og allt þetta, þannig að við erum óbærslega stolt af því starföldu og bærinn að taka náttúrulega gríðarlega mikið þátt í því. Líka í gegnum samstarfi íþróttabandala Hafnarfjarðar sem það er svona ákveðin vettvangur þar sem íþróttafélögin svona koma sér saman framkvæmdir og forgangslista og svoleiðis. En við erum náttúrulega að gera mjög vel í því að niðurgreiða til foreldra æfingagjöldin og svona, eins og svo sem orðið á flestum stöðum, en leggjum mjög mikið upp úr þessu og erum ekki bara íþróttabær, við vorum eitt af allra fyrstu sveitafélögum í landinu sem fórum í það 2017, frekar en 16 kannski, að gerast heilsueflandi samfélag. Og svona fyrsta ári vissi fólk ekki alveg hvað við vorum að tala og haldandi að þetta væri svona enn eitt verkefni einhvern veginn sem væri verið að koma á koppinn, en núna þetta orðið bara á örfáum árum orðið bara svona eitthvað sem allir eru meðvitaðir við erum heilsubærinn Hafnarfjörður, við erum heilsueflandi samfélag og leggjum mjög mikla áherslu á virkni fólks og heilsa náttúrulega bæði andleg og líkamleg og höfum verið að taka tillit til þess í öllu því sem við erum að gera. Og ég held líka að við sem fyrsta sveitafélagi sem erum með frístundastyrki til eldri borgara. Já. Og það hefur gefist gríðarlega vel, eitthvað sem fólk mjög ánægt með að nýta sér vel, og þannig erum við að hvetja fólk 65 ára eldra til þess að taka þátt í heilsueflingu og höfum verið í mjög góðu samstarfi meðal annars við heilsueflingu Janusar sem svona orðið dálítið frægt dæmi og ákaflega vinsælt þar sem bara markvisst verið að vinna með eldri borgara og þessi æfingagjöld eldri borgara eru í rauninu búin að slá í gegn og eitthvað sem við erum líka stolt af, því það þarf að viðhalda þessum hlutum og það þarf að hvetja fólk sem kannski að hætta að vinna eða semst ekki útivinnandi lengur og að passa upp alla þessu hluti, og við tennum líka með því að eldri borgarar hugsi vel heilsuna og við svona styðjum við það komi okkur öllum vel svo síðar. Þetta svona forvörn og við erum að sjá eins og í þessu átaki eins og með heilsueflingu Janusar, við erum að sjá bara að það er verið að gera mælingar á fólki og við erum að sjá ótrúlega góðan árangur á auknum styrku fólks og þoli og öðru slíku sem hefur mjög mikil áhrif á skiptir miklu máli varðandi lífsgæði þeirra svo til framtíðar að geta séð lengur sig sjálf og það allt og tekið bara meiri þátt tekið fullan þátt í lífinu þótt að komin okkur ákveðin aldur. Þannig að það er alveg virkilega gaman að
sjá hvernig það hefur tekist. Já, aðeins kannski ég sá á heimasíðin ykkar að þið eru með fjölskyldustefnu líka og maður svona hefur það alltaf á tilfinningunni að það sé fjölskylduvænt að búa í Hafnarfirði, segðu mér aðeins frá fjölskyldustefnu Hafnarfjarðarbæjar. Já, sko það þú komst inn á síðasta kjörtímabili voru við mjög mikið að taka fjármálin í gegn alveg og semst allan reksturinn og þetta sem við vorum að tala um áðan og fórum í sérstaka svona fjárhagslega úttekt og svoleiðis og erum algjörlega að halda okkur á þeirri línu við það okkar megin markmið að sýna ábyrgð og festu í fjármálunum og erum leggjum mikla áherslu á það að viðhalda þeim árangri sem hefur náðst og þurfum alltaf náttúrulega að vera á tánum gagnvart því en í þeim meirihluta sem við erum í núna, sjálfstæðismenn með Framsókn, þá voru við sammála það að núna þessu kjörtímabili myndum við leggja áherslu á þjónustu við fólkið. Fjármálin hefði verið tekin í gegnum síðasta kjörtímabili, ætlaðum að viðhalda að þeim árangri og þeirri stefnu en núna væri komið að þjónustunni og fjölskyldunum meira en kannski áður og lögðum upp með það að létta álögur og byrðar á fjölskyldufólk. Það var nú þannig að gjöld voru mjög há í Hafnarfirði, leikskólagjöld voru í hæstu hæðum og þar fram eftir götunum og við höfum verið sammála það að breyta því og við höfum verið að breyta því á undanförnum árum og jukum núna á þessu kjörtímabili höfum verið að koma á auknum systkina afsláttum í kerfinu þar sem að þú ert komið 2 og 3 í talningum fleiri börn að þá ert að fá góðan afslátt inn í þessum kerfum sem að eins og í leikskólum, frístund og slíku. Þannig að það mjög mikið hagsmunamál fyrir fjölskyldunar að létta þessar álögur og gjöld með unga fjölskyldu með ung börn og slíkt. Við lögðum mikla áherslu á þetta og höfum verið að gera það en í upphafi kjörtímabilsins þá vorum við líka sammála það að fara í svona úttekt stjórnsýslu úttekt á bænum að taka út þjónustuna og leita leiða til þess að gera hana skilvirkari og betri og nýta okkur tæknina meira en við höfum gert áður og það bara svona vegferð sem við erum á núna og strax svona að skila árangri. Við erum bara allstaðar í öllu kerfinu að vinna með tæknina og gera svona þjónustana skilvirkari gegnum það meðal annars. Og þá sjálfvirki gegnum neti? Já, miklu leyti og bara gera hana aðgengilegri. Og við höfum líka lagt miklu áherslu á það og verið með verkefni í gangi varðandi það að grípa fyrr inn í hjá fjölskyldum þar sem að eins og í skólakerfinu það hefur verið mjög flott samstarf sem við settum á laggirnar á milli fjölskyldusviðs og fræðslusviðs og það með þess að konsept sem við fengið nafngiftina Brúin og það vel heppnað og í rauninni merkilegt að fleiri önnur sveitarfélög hafa verið að fá upplýsingar hvernig það hefur verið gert hjá okkur en það gengur út á það að efla samstarf þarna á milli að grípa fyrr inn í hjá börnum í skólakerfinu sem eru einhvern veginn standa eitthvað höllum fæti og slíkt. Í rauninni þetta svona forvörn fyrir félagsleg vandamál, skilur hvað ég meina. Að þetta hefur verið svo aðskilið að skólakerfi hefur verið með sitt prógram og svo félagsþjónustan kemur kannski inn í þegar það er orðið barnaverndarmál eða orðið eitthvað svona mjög erfið mál oft svona kannski úlingastigi eitthvað slíkt. Þetta er prógram sem gengur út af það að félagsráðgjafar og aðri slíkir fá að koma inn og eiga samskipti við barnið og fjölskylduna áður en vandamálum verða stór að þau verða svona illviðráðanleg eins og oft vil verða og við teljum og vitum að á einhverjum árum að þá mun þetta náttúrulega fyrst og fremst þetta hugsað fyrir börnin en
bara líka til hagræðis í kerfinu öllu og þetta að gefast mjög vel að grípa til þessara forvarnar nógu snemma. Þetta svona snemtak íhlutun á svona félagslegu sviði þannig að kennari eða aðrir í skólanum sem sjá barn sem augljóslega eitthvað erfitt hjá af ýmsum ástæðum og að það sé gefið leyfi og farið að vinna með það barn og þá fjölskyldu nógu snemma en ekki þegar kannski krakkinn er orðinn 14-15 ára og farin að brjóta af sér og eitthvað slíkt og þá erfiðara að taka á. Þannig að það svona einn af þessum þáttum sem við erum með og Þetta á eftir að hjálpa mörgum, það ekki vafi. Já, þetta svona ný nálgun. Nei, kannski svona aðeins COVID, við erum búin að aðeins koma inn á það en hvernig eru þið fann að sjá eitthvað inn á næsta ár, hvernig lítur það út og hversu mikil vinna búin að vera sett í að endur skoða allar reksturinn á þessu ári? Áætlanir og slíkt, já. Já. Þetta það sem hefur náttúrulega einkennt þetta og ekki síst svona fjárhagslega þessi mikla óvissa og þú veist, þetta mál allt ein stór óvissa eins og við þekkjum og þá það líka þannig hjá sveitarfélögunum. Þannig að við erum eins og á vettvangi sambands sveitarfélagi hérna á höfuðborgarsvæðinu þá erum við sem bæjarstjórar og borgarstjóri í mjög miklu svona samstarfi á vettvangi SSH að bera saman bækur okkar og vinna í málum og við höfum verið nánast frá því COVID byrjaði að funda minnstakosti vikulega og oftar varðandi alltaf þessa hluti og varðandi einmitt fjármálin og endurreisnina sem í rauninni við blasir og það náttúrulega ljóst að við erum sveitarfélögin öll að verða fyrir gríðarlega miklum tekjusamdrætti og auka fjárútlátum vegna aukina fjárhagsaðstoðar og ýmis konar hluta sem að þetta hefur kostað. Þannig að svo eru fjármálastjórar líka með vettvang þar sem þeir eru að vinna saman í Ísafirði en eins og staðin núna að þá eins og í Hafnarfirði þá erum við að gera ráð fyrir því að á þessu ári og næsta verði neikvæð áhrif þessa alls 5-6 milljarðar bara á þetta sveitarfélag. Wow. Og þannig að það á þessum 2 árum þannig að það gríðalegt högg og við erum í rauninni Hvernig mætið þið því? Það skuldasöfnun eða minni framkvæmdir? Já, það í rauninni eina sem einhvern veginn verið að í boði sem stendur. Auðvitað náttúrulega ýmislegt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera sem að nýtist okkur öllum, sveitarfélögum og fyrirtækjunum og íbúunum náttúrulega sem gott en við þurfum náttúrulega að átta okkur að því að hvað aukin lántaka og skuldasöfnun þessar sveitarfélaga þýðir og það náttúrulega alveg bara grafalvarlegt og erum í rauninni bara núna að átta okkur á svona hvernig, þú veist, það allir að byrja að taka lán og fyrir þessum skelli, það bara þannig og svo hefur kemur sér nú vel að vera komin úr 180% í 105%. Já, það til dæmis mjög mikil svirði og því að það hefur verið áhersla líka og stefna eins og ríkisstjórnarinnar að við viðhöldum öll í þjóðfélaginu þessu þjónustigi og slíkt og sveitarfélaginu náttúrulega að sinna ákaflega mörgum verkefnum, ekki bara lögbundnum, þetta allskyns verkefnum sem við erum að sinna og eru fjárfrek og við höfum líka verið hvött til þess að fara í flýtiframkvæmdir hérna í vor þá var verið að hvetja sveitarfélögin til þess að fara í flýtiframkvæmdir ekki bara halda sig við það framkvæmdaáætlun sem voru farnar af stað heldur jafnvel gefið í og við gerðum það í Hafnarfirði við fórum í nokkur 100 milljóna króna flýtiframkvæmdir líka út af þessu og við fórum í atvinnuátak fyrir ungt fólk sem kostaði kannski 200 milljónir fyrir bara okkar sveitarfélag, bara í sumar til að unga fólki okkar á aldrinum 18-25 ára hefði örugglega eitthvað að gera í sumar. Þannig það var alls konar svona
áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir, en það segir sér sjálft að þessu þarf að mæta og ef að halda þjónustunni óbreyttri að þá kostar það nú sitt, en auðvitað verður núna fjárhagsáætlanagerðin, hún verður ólík og verður mjög mikil áskorun fyrir næsta ár og auðvitað þá allt undir þar. Ég meina við þurfum að forgangsraða, það augljóst að við erum ekki að fara í einhverja nýja hluti á næsta ári, en við erum bjartsýn og eins og þú segir að heppin í Hafnarfirði að vera þá komin á þann stað að við vorum svona að ná okkur út úr því versta, en þetta verður gríðarlegt högg og skellur hjá okkur eins og öðrum. En svo eins og ég var að lýsa hérna áðan að þá getur verið það komið sér vel hvað að það er svona uppsöfnuð þörf fyrir nýjar íbúðir, eins og ég var að lýsa hérna áðan og sem að fara á mjög mikla ferð núna og farin af stað, sem að mun svo til framtíðar koma sér vel fyrir okkur, bæði í lóðasölu og fleiri íbúðum og tekjum af þeim og slíkt. Þannig að við erum bjartsýn, en þú veist, þetta verður erfitt. Þetta verður alveg mikil áskorun, sko. Hjá okkur eins og flestum öðrum. Það birtir öll él upp síður. Já. Þetta er bara svona eitt af þessum verkefnum og það er mikil skilningur alls staðar. Við vitum öll hvað þetta, sem sagt, við vitum hvernig þessi faraldur hann er einhvern veginn, það hafa sem betur fyrir, það er skilningur alls staðar fyrir því að þetta er algjörlega ástand sem að enginn hefur þurft að horfast í augu við hérna. Nei, og við erum öll í þessu saman. Það er allir dæmdir til þess. Já, það er boðin eitt annað. En hvað svona kannski að lokum bara stóru málin sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið á oddi núna síðustu 6 árið þinn oddvitatíð og svona af hverju ertu stoltust af því? Já, maður eins og ég kom á framfæri hérna áðan að þá náttúrulega er ég stoltust af því að hafa átt þátt í því og hrundi því að stað að það væri tekið til í reksturinnum og væri svona breyttum stefnu breyttum fjármálastefnu og hún hafi skilað árangri. Auðvitað það númer 1, 2 og 3 og við erum alltaf að passa upp á fjármunina, alltaf, og þetta er að nást í gegn og það er eins og í þessu COVID ástandi eins og við tölum núna þegar við erum að horfa yfir 6 mánaða uppgjöru og þetta allt, að þá er ánægilegt að sjá að málaflokkarnir, þú veist, svona þessi almenni rekstur, þú veist, það er alltaf ganga bara eins og að hefur verið stemt og stjórnendur eru gríðarlega ábyrgir og þetta er komið alveg inn í hugsanaháttin, en ég er stolt af því að hafa komið sveitarfélaginu mínu á þennan stað. Við höfum líka verið með áherslu á að fá ný fyrirtæki til okkar og höfum verið með nægt og mjög gott lóðaframboð fyrir ný fyrirtæki. Við tökum vel á móti fyrirtækjunum og ég er líka stolt af því að fyrir 2 árum held ég að verið að þá lækkuðum við álagningarhlutfall á fasteignaskatt á fyrirtæki sérstaklega og erum komin, ég held við séum lægst eða næst lægst á höfuðborgarsvæðinu í því, þannig að það er eitthvað til þess að hjálpa til og ég er stolt af því en auðvitað er ég fyrst og fremst stolt af því að hvað við erum að veita góða þjónustu og við finnum það að fólki líður vel hjá okkur og þá er markmiðan náð, en það er svo fullt eftir og það er svo mörg tækifæri í Hafnarfirði og það er svo gaman að sjá hlutina ganga vel og finna að fólk kann að meta það sem við erum að gera og líka eins og ég var að lýsa áðan að við séum að ná niður gjöldum, séum ekki í hæstu hæðum lengur hvað það varðar og bæta þjónustuna við alla og eins og með að við vorum að tala um leikskólan áðan, við höfum náð að lækka innritunaraldurinn verulega inn á leikskólana og erum að standa okkur gríðarlega vel í því. Erum held ég við erum að koma börnum inn á leikskóla 15 mánaða aldurinn svona jafnaði og það er bara gríðarlega gott sko, en kostar sitt og við
þurfum að láta endan á saman þannig en þetta svona, maður stoltur af því að maður finnur fyrir að það bara blómlegt líf og það blómlegt mannlíf. Við höfum náð að miðbærinn til dæmis allir búin að lifna við á undanfarnum árum. Við höfum lagt mjög mikla áherslu á það og höfum mikinn metnað í því að það sé fallegt í kringum okkur og snyrtilegt og slíkt. Við höfum stór aukið, þótt að sé kannski ekki hæstu upphæðirnar, en stór aukið styrki til menningarstarfsemi og þar fram eftir götuna sem að skila árangri í til dæmis svona íðandi mannlífi og slíku. Og það allt hefur svo góð áhrif á samfélagið allt sem þannig að það bara svo margt í gangi. Ég veit ekki hvað ég ætti að segja en þetta svona stóru atriðin til þess að geta boðið góða þjónustu og verið framalega þar og látið fólki okkar líða vel því við erum náttúrulega fyrst og fremst þjónustustofnun, þjónustufyrirtæki. Þá þarf reksturinn að vera í lagi þannig að þetta helst allt í hendur. Þannig að við erum bara stolt og höfum gaman af þessu og lítum björtum augum til framtíðarinnar. Það full ástæða til heyris mér. Rósa Guðbjörnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri í Hafnarfirði. Við látum þetta vera lokaorðin í þessum 28. þætti af pólitíkinni. Þökkum þið fyrir að koma og veita okkur innsýn inn í bæjarmálin í Hafnarfirði og gangi þér sem allra best. Takk kærlega sem leiðis.